Ágætu gestir, kæru þátttakendur útboðsþings. Það gleður mig að fá tækifæri til að ávarpa ykkur hér í dag, þar sem saman eru komnir hagsmunaaðilar í mannvirkjagerð á Íslandi. Þið hafið mikilvægu hlutverk að gegna við að tryggja hagkvæma og örugga uppbyggingu innviða landsins sem eru burðarásar samfélagsins. Það er verk að vinna. Greiningar ýmissa aðila undanfarin ár, bæði opinbera sem og ykkur hér hjá samtökum iðnaðarins, hafa staðfest að fjárfestingaþörf í íslenskum samgönguinnviðum er mjög mikil. Fólki í landinu upplifir þetta á ferði sínum á hverjum degi. Það er sama hvort er að ræða samgönguinnvið á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu, jarðgöng eða viðhald vega. Alls staðar er brýn þörf. Ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og okkar í Flokki fólksins er meðvituð stöðuna og hefur lagt fram skýra stefnu uppbyggingu innviða í landinu. Í stjórnarsáttmála flokkana kemur fram að ríkisstjórnin muni auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmikla framkvæmdir land allt. Ný ríkisstjórn gengur samstiga til verka, segir í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Það segir einnig að fyrsta verk er að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækkun vaxta með styrkri stjórn á fjármálum ríkisins. Þetta er forgangsmál og grundvallaratriði. Í inngangi stefnu yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar segir einnig eftirfarandi. Ríkisstjórnin hyggst einfalda stjórnsýslu og hagræði ríkisrekstri. Í því efni verður stigið fram að festu strax í upphafi kjörtímabils. Samhliða því mun ríkisstjórnin fjárfesti innviðum til að auka verðmætasköpun. Hér koma til dæmis hafnarframkvæmdir sérstaklega til skoðunar. Í stefnu yfirlýsingunni segir að markmiðum sínum hyggst ríkisstjórnin ná með eftirfarandi aðgerðum. Þar eru taldir upp 23 liðir. Í þriðja lið segir að ríkisstjórnin hyggist ná markmiðum sínum með eftirfarandi. Með því að auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmikla framkvæmdir land allt. Ríkisstjórnin mun rjúfa kyrrstöðu í jarðgangagerð og vinna á viðhaldsskuld í vegakerfinu. Ráðist verður í miklar úrbætur í samræmi við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins til að greiða fyrir umferð á stofnvegum, efla almenningssamgöngur og styðja við fjölbreytta ferðamáta. Hafist verður handa við framkvæmd Sundabrautar og verkefnið fjármagnaði með innheimtu veggjalda, tilvitnun lýkur. Ljóst er að á þessu ári verðum við að halda á okkur höndum, því við stöndum enn frammi fyrir áskorunum sem kalla á aga og ábyrgð, ekki síst í opinberum fjármálum. Opinberir aðilar þurfa því að sýna festu og halda aftur af sér í útgjöldum fyrstum sinn. Þetta er lykilatriði til að ná því markmið okkar að lækka vaxtastig í landinu og sigrast á verðbólgudraugnum. Til lengri tíma litið horfum við til risaverkefna sem munu móta framtíð íslensks samfélags. Þar stendur upp úr bygging Sundabrautar. Verkefni sem auka umferðarflæði og stórbæta vegtengingar til og frá Vestur- og Norðurlandi og innan höfuðborgarsvæðisins. Hér að ræða þjóðhagslega hagkvæmustu framkvæmd Íslandssögunnar. Við ætlum að rjúfa kyrrstöðu í jarðgangagerð hér á landi. Eins og áður sagði, jarðgangagerð hefur verið stopp í landinu frá því að Dýrafjarðargöngin voru opnuð 2020 eða fyrir 5 árum síðan. Og það er allt of langur tími að mínu mati og mati ríkisstjórnarinnar. Víða á landinu geta jarðgöng gerbreytt búsetuskilyrðum, tengt saman og eflt samfélög, leyst á hættulega vegi og eflt atvinnulíf og aukið verðmætasköpun. Jarðgangakostir eru margir hér á landi og mörg sveitarfélög binda miklar vonir við þau. Það er því miklir og brýnir hagsmunir fyrir því að jarðgangagerð komist aftur á stað og að við getum grafið ein jarðgöng á hverjum tíma að minnsta kosti, vonandi 2. Á höfuðborgarsvæðinu verður lögð áhersla á að efla samgöngusáttmálann og byggja upp skilvirkara samgöngukerfi. Miklar umbætur verða gerðar á stofnbrautum borgarinnar, svo sem með tilkomu Miklubrautarganga og Sæbrautarstokks. Einnig verður byggt upp almenningssamgöngukerfi og innviðir fyrir gangandi og hjólandi. Líkt og ég nefndi þá ætlar ríkisstjórnin að ná markmiði sínu með því að auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmikla framkvæmdir land allt og vinna á viðhaldsskuld í vegakerfinu. Við ætlum að tryggja að viðhald innviða sé nægilega kröftugt svo að þeir haldi virði sínu og séu öruggir og geti sinnt til hlutverki sem þeim er ætlað og tryggja þannig greiðar samgöngur bæði fólks og farms allt árið kring. Í fyrra skapaði svo stað á Vestfjarðavegi Dalabyggð að fletta þurfti af vegi bundnu slitlagi vegna slæms ástands vegarins. Þetta er birtingarmynd viðhaldsskuldar. Þetta þarf og verður að breytast.
Þessi verkefni eru ekki aðeins fjárfesting í samgöngukerfinu, heldur í framtíð landsins. Framtíð þessa dreifbýla lands. Þau stuðla hagvexti, nýsköpun og bættir samkeppnisstöðu Íslands. Við skulum ætíð muna það að góða samgöngur auka hagkvæmni í samfélaginu og stuðla að framleiðniaukningu. Góða samgöngur stuðla að því að aukinni velmegun og bættum lífskjörum. Þegar kemur að fjármögnun má segja að við séum að líta til 3 módela. Í fyrsta lagi fjármögnun að fullu með fé af fjárlögum. Í öðru lagi með fjármögnun að hluta af fjárlögum og hluta frá sveitarfélögum. Þetta á meðal annars við hafnarframkvæmdir sem og einnig verkefni samgöngusáttmálans. Í þriðja lagi er fjármögnun samkvæmt lögum samvinnuverkefni samgönguframkvæmdir. Þar eru taldar upp 6 framkvæmdir sem heimilt er að bjóða út sem samvinnuverkefni. Samvinnuverkefni er verkefni þar sem einkaaðili annast fjármögnun opinbers mannvirkis í heild eða að hluta. Þetta er kannski aðferðafræði sem við ættum að skoða enn frekar og þá sérstaklega verkefni þar sem einkaaðili annast fjármögnun opinbers mannvirkis að hluta. Hinn hlutin er það fjármagnaður af ríki. Hér ættum við kannski að horfa til frænda okkar í Noregi og Færeyjum. Það segir ykkur kannski mikið þá kyrstuðu málaflokknum sem verið hefur undanfarna áratugi og minnst er á í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að nú þurfum við að fara að læra af frændum okkar Færeyingum í þessum efnum. Færeyingar læriðu jú af okkur varðandi fjármögnun Hvalfjarðarganga sem opnuð voru 11. júlí 1998 eða fyrir 27 árum síðan. Og vert er að hafa í huga hvað hefur gerst síðan. Í framtíðinum að búast við aukinni uppbyggingu samgönguinnviða hér á landi. Það kallar að ná í samstarf milli hins opinbera, atvinnulífsins og okkar helstu sérfræðinga og fagfólks í mannvirkjagerð. Með sameiginlegu átaki getum við leyst þessi verkefni af hendi á hagkvæman og skilvirkan hátt með gæfi og sjálfbærni að leiðarljósi. Ég vil að lokum þakka ykkur öllum fyrir mikilvægt framlag ykkar við uppbyggingu íslensks samfélags. Það er ekki lítið verkefni. Ég hlakka til að sjá áframhaldandi árangur ykkar starfi og vona að þetta þing verði vettvangur fyrir uppbyggilegar, umræður og nýjar hugmyndir og farsælt samstarf. Takk fyrir.